Komið sæl, synir Egils heilsa, þennan sunnudaginn sem aðra. Seinni þættinum koma til okkur Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VFR og við ætlum að ræða þessi fyrirhuguðu mótmæli sem er á þriðjudaginn. En við ætlum að byrja á vettvangi dagsins. Hjá okkur er Þóra Arnórsdóttir, forstöðumaður samskipta og upplýsingamiljóna hjá Landsvirkjun. Stutt og laggótt. Já, mjög þægilegt. Guðmundur Andri Tórsson, rithöfundur og fyrrverandi þingmaður og Ragnheiður Ríkharðsdóttir, fyrrverandi þingmaður. Verið öll velkomin. Takk. Ég var byrja á þessu erfiða máli með lát Bryndísar Klöru Birgisdóttur og þessi ofbeldisöldu eða hvað maður kalla sem hefur gengið yfir. Þetta er náttúrulega, þetta snertur okkur öll þegar svona illa fer. Er það ekki? Það er ekki nóg að kinka við. Já, það gerir það sannarlega og bara, ég held að það sé kannski bara til marks um það hvaða snertir okkur öll er að okkur skortir orð öll til þess að fara af stað í þessa umræðu. Ég á 16 ára dóttur sem var niður í bæ á menninganótt og ég bara, það er svo erfitt að ná utan um þetta og líka átta sig á því að sko, einmitt að þetta er ekki einstakt tilvik, þetta var ekki eina hnífstungaárásinn á menninganótt, við heyrðum bara ekki að fleirum af því að þessi var svo alvarleg og það sé orðin staðalbúnaður hjá unglingum að ganga með hnífa, það er sko, þetta hefur gerst einhvern veginn svona, eigum að segja hægt og hljótt að minnst okkast í þannig að það hefur ekki verið gripið inn í að festu fram að þessu og ég heyri það alveg frá sko maðurum unglingsdrengja, þú veist, nú var minn svona nölli sem að var ekki þarna, sko, hrærðist ekki í þessum hópi en svona meginstraumurinn, ég heyri það alveg bara, já nei, ég verð náttúrulega geta varið mig, ég verð að sko, þeir eru að sækja í sko sjálfsvarnarnámskeið og þess áttur íþróttir til þess að geta slegist og varið sig þannig og þetta er bara svona veruleiki sem við þurfum aðeins að íhuga hvaðan kemur og hvað er hægt að gera vegna þess að við erum lítið samfélag og það er hægt að breyta þessu, það er ekki þannig að þessu orðin hlutur og nú verður aldrei hægt að fara tilbaka, það er hægt að fara tilbaka. Rétt eins og var hægt að draga úr sko ofboðslegri sko áfengisdrykkju unglinga, þá er hægt að stíga þarna skref tilbaka, ég er alveg samfærð um það, en það verða þá sko, það er ekki nóg að tala um það. Nei. Og ég er bara, ég var svo, já, þetta er ennþá óraunverulegt í mínum huga sko, þannig að þessi stúlka hafi látið lífið með þessum hætti. Ég var að lesa í morgun grein eftir Svan Gísla Þorkelsson sem skrifar mjög góða greinar og hann að segja sko þegar hann var yngri, hann er svona djagamall mér til dæmis að þá áttu við sko vasanhífa og dálka, það var bara okkur gefni dálkar jafnvel bara og við vorum að tálka það á slismessu sko en okkur datt aldrei huga að beita þessu. Nei, það voru ylvingunum fengu þegar strákar, ég held að hún aðalega verið strákar sem að fóru í ylvingana og svo setna skátana og það fylgdi því að einmitt fá svona, mér minnir að það verið til svona dálkur heima sko og þó að ég hef nú ekki verið mikið í að beita því en sko það er annars vegar þessi persónulegi harmleikur sem að þarna á sér stað og það er mjög erfitt að tjá sig um það og hins vegar erum við að tala um svona félagslega strauma og tilhneigingar sem að þetta verðist sína. Nú náttúrulega var það svo þegar við vorum unglingar og vorum að alast upp þá voru alveg til gengi og það voru það var ofbeldi, það var mikið ofbeldi í meðal barna og unglinga í held ég öllum hverfum og öllum landslutum og þannig að þetta er ekki nýtt alls ekki og við mögum ekki gera of mikið úr því heldur og maður sér það stundum í umræðuna það stundum talað eins og þetta sé bara eitthvað alveg sem bara nýtt til komið en það er náttúrulega ekki svo. Hitt er svo aftur annað mál að þetta sýnir, það eru svona tvö lykilorð í þessu sem að mér dutti í hug sko. Það er annars vegar orðið rof, mér finnst þetta sýna með öðru að hér hefur átt sér stað ákveðið menningarlegt rof í íslensku þjóðlífi og það hefur verið að eiga sér stað hægt og rólega þetta á sér djúpar rætur og þetta á sér rætur alveg frá síðustu öld, frá því upp úr miðri síðustu öld þegar að sko og það er fullkomlega skiljanlegt þetta að hér breytumst við úr bændasamfélagi og sjómanna og bændasamfélagi yfir í borgarsamfélag
alveg undraskjótt og miklu hraðar en nokkuð staðar annar staðar í Evrópu og þessu fylgir mikil umbrot og ákveði roð. Hitt lykilorðið sem að ég fór að hugsa orðið stolt. Ungir karlar eru að láta ljósmynda sig og eru að pósa með hnífa. Þessi strákar sem eru að pósa þannig, þeir eru að sýna eitthvað sem að þeir telja sig geta verið stoltir af. Að hér er ég, kaldur kall með þennan hníf og það skal sko enginn hérna fara neitt að kásast upp á mig. Þetta eru strákar sem hafa ekkert til að vera stoltir af. Fer maður að hugsa þegar maður er að velta þessu fyrir sér. Þeir eiga geta verið stoltir af svo mörgum hæfileikum sínum og eiginleikum sem að þarf þá að kannski benda þeim á og rækta upp en við höfum kannski vanrækt. Ég bara henda þessu svona inn í umræðina. Skólastjórinn fyrirverandi. Já, skólastjórinn fyrirverandi. Sko, ofbeldi er ekkert nýtt á meðal barna og unglinga. Ég tek undir mig Guðmundi Andra, það er aldeilis ekki nýtt. En það að beita hnífum er kannski nýrra heldur en það ofbeldi sem að maður þekkti þegar maður var í skóla og síðan þegar maður var skólastjóri. En ég held að í mínum huga er tvennt í þessu. Það er alltaf verið að tala stráka niður. Þeir eru ekki læsir, þeir get ekki þetta og þeir get ekki hitt. Og ég held að sé á hverju einasta ári sem að tala af hverju eru drengir við lok 10. bekkjar ekki læsir. Og þá hugsa ég sem fyrir íslensku kennar og skólastjóri, hvað er að okkur fullorðna fólkinu ef okkur finnst það í lagi að benda á þetta ár eftir ár og gera lítið sem ekki neitt og hvers konar ímynd verður þá til hjá þessum drengjum sem að fá alltaf þetta högg að þeir séu ómögulegir. Þá leita þeir að sjálfsögðu inn á einhverjar aðrar brautir til þess að upphefja sjálfan sig vegna þess að samfélagið hefur ekki gert það, skólinn er ekki að gera það og ég held að þarna þurfi að eiga sér stað samtal allra, foreldra og barna, skóla og samfélags það að á hvaða leið erum við og hvaða tungutak notum við fólk. Því að þar held ég að sé grunnurinn að það er ákveðin minnumáttarkennd og þegar þú þarft að hefja þig upp úr henni þá grípurðu til ofbeldis og hnífurinn er svo meðfærilegur. Hann er bara í vasa, það sér hann enginn, það kemur enginn hávaði frá honum og það er svo auðvelt að ráðast að fólki með hnífi. En svo hann tekið þátt í svona hverfabardugum að stinga þar að manneski, það er mikið meira heldur en að lemja með príkið eitthvað Smári, þú tókst ekki þátt í götubardúunum hverfabardúunum með hauskúpunni? Jú, ég er með ör eftir ör þess að skoti á mig bóga. Ég átti gaddavíksvipu þegar ég var 5 ára eða 6 ára. Varst á með okkur að berjast? Já, ég var notaður svona sem fallbyssufóður hjá ykkur eldri strákunum. Þið var sér að hlæja þessu. Þetta er náttúrulega ekki fyndið. Alltaf passa lilla. Nei, ég veit ekki, þetta er náttúrulega margt sem að hér hefur sagt er bara vandamál í samfélaginu. Það við gætum verið betri, hvort við annað, eins og segir í leginu. Ég hins vegar veit ekki hvað þetta tiltekna atvik ég veit að það er svona eitthvað af hnífaburði, það hefur verið gerð könnun á því það séu 1% drengja held ég sem að segjast mundu hugsanlega beita hnífnum en það er náttúrulega, þannig ég veit ekki hvort að
við eigum að horfa á sko, þetta sé mein allra barna og við eigum að kalla öll börnin. Það voru einhver að skrifa það einmitt hérna á Vísi ágæti svona áminningu það. Það verið hóprefsing sem að við þekkjum nú bara fyrir botni miðra þessu svona. Það sem verið að drepa fólk af því að það var einhver sem var sömu þjóðar og það sem að framdi einhvern glæp. Ég vitnaði þegar vorum að tala hérna svona hóprefsing að þegar mér fannst þess að við varum komin út úr þessu sko. Þegar ég var í heimastaskóla að þá var brotist inn í búrið og stólið niður svonum ávöxtum, blönduðum ávöxtum og þá voru allir bara settir í einhvern sal og átt að kúa okkur til þess að kjafta hver hefði gert þetta og leiða. Þú veist, mér finnst eitthvað svona þetta sé eiginlega sög heillar kynslóðar. Dóttir mín hefur alltaf sagt að það sé vandamál í sinni kynslóð sko, það sé svo mikil harka í orðræðu og öllu svona og ég er fylgjandi því að börn fái kosningarétt og hefur alltaf kosið það sem hún segir mér að gera þannig hún eiginlega búin að vera með kosningarétt sem var 9 ára svo spurði ég hana en finnst þér að börni að hafa kosningarétt? Nei, nú okkur ekki já, þú þekkir ekki mína kynslóð, pabbi, segir hún og þá eitthvað svona hugmyndum að það sé eitthvað svona í gangi. Þannig að fyrirgefðu ef það eru þjóðaratkvæðagreiðsla að veita börnum kosningarétt, þá myndur þú veita henni sem sagt Það gæfi ég henni atkvæðið mitt, svo færi ég á kjörstað. Og hún myndi segja nei. Og svo myndi segja nei. En síðan það sem að ég myndi ættu kannski að skoða og mánu skoða svo sem hvað sem ég myndi skoða hvernig eru við til dæmis í skólakerfin að mæta krökkum sem eru svona á jaðrinum ég meina þegar þetta var ekki til í gangi ekki þegar ég var en svona eftir það þá var til svona útideildi muni getur henni og götusmiðjan og það var alltaf verið að reyna að ná krökkum sem að einhvern veginn var að fara og við vitum það verða til svona hópar á unglingsárunum þessi svona samastendur af krökkum sem er í einhverju neyslu krökkur sem hafa orðið fyrir einhverju einelti það verður svona hópur þar sem að þú getur gengið inn og gengst inn í þá einhvern annað samfélag sem að viðurkennir þig og þú getur fengið einhverju viðurkenningu af einhverjum öðrum lögmálum og ég hef svona einhverja tilfinningu að því að við erum tölvöld búin að vera að ræða skólamál og af hverju börnmáli niður illa og svona að ég hef á tilfinningunni að við stöndum okkur verst illa þarna og við stöndum okkur verr núna heldur en oft áður. Samt er það nú svo að fyrirgefa að ef ég gríp bara strax orðið sko mér dettur í huga að það er þessar PISA-kannanir sko sem að alltaf komi eins og bara eitthvað hálskefla yfir þjóðlífið einu svona ári og eru svo hræðilegar en það sína líka annað mér minnir að þessi PISA-kannanar sem sína líka að sko að meðal íslenskra barna er ákveðin svona hvað getur við sagt félagsgreind meiri Þó ekki samkennd sko Jú, samkennd Við erum lág í samkennd sko en börnunum líður vel í skólanum Já, vorum við ekki há í samkennd? Já, við erum lækkandi sko Við förum lækkandi, þar, ok Ég ætla aðeins að skjóta inn að því að þið kannist við þarna rannsókn og greining sem við gerðum könnunum og er sönnun þess að Íslendingar hafi tekið eitthvað stór átak í því að eyða unglingadrykkju Stærsta aðgerðin þá var að hækka lögræðisaldurinn úr 16 í 18 og það bara gleymist alltaf þessar umræður því við viljum að þetta sé sigur sko einhverja svona áróðus og samstöðu þjóðarinnar og allt það. Ef þessi kannun er skoður þá vissulega hefur sko dregið úr drykkju þarna þetta er yfirleitt gert þarna stutt eftir áramót. Ykkur sagði mér það að fyrsta konun hafi verið gerð í janúar en síðan hafi alltaf verið gert í febrúar sem að muna náttúrulega gamlárskvöldi sem að skiptir svolítið máli en ef þetta er skoðað þá sést að sko drykkja hefur almennt lækkað að minni en þau sem að voru í neyslu það hefur ekkert breyst þar við bara ekkert stað okkur bara neitt betur í því að mæta krökkunum sem í einhverjum vanda en svona góðu krakkarnir þeir drekka miklu minna en drykkja góðu krakkarna veistu það var aldrei vandamál En ég vil í þessu máli, þessu ömmulega máli sem við stöndum fram með fyrir að það var annars vegar svo sem lést og svo það sko það líka sko barn sem gerandinn og hans umhverfi, hans fjölskylda hann kannski sko með þessum atbyrði þá var hann kannski búin að eiginlega bara sko fórna kannski mikla sínu lífi í hann verið útskúfaður hryllilegur harmur hjá hans fjölskyldu sko hryllilegur harmur það gefur auga leið Já, þú stígur yfir ákveðin mörk bara þegar þú gerir svona hlut það ætlar ekkert barn 16 ára gamalt að verða morðingi Nei. En það er þá
hvernig getum við tekið samtali við þau að stíga ekki yfir þetta strik. Já. En sko ég man eftir því á milli, ég tók við sem skólastjóri 1991. Það var hnífa eða stungu árás í mínum skóla þá. Já. Og það var eins og var sá sem var stungin að hann slasaðist ekki alvarlega. En hann var enga síðu stungin. En vitið hvað kom mér mest á óvart? Nei. Það var ágangur fjölmiðla. Það var sko, ég var varla búin að láta foreldra barnanna vita að þetta hefði gerst þegar ég fekk hringingar frá blöðum og útvarpi. Og af því að þetta er frétt. Já, ég meina samt. Ég get hafi verið einn af þeim fyrir því. Já, þetta er frétt. En þá kemur næsta setning sko. Skólastjórinn og kennarin er trúnaðarmaður á stað og þú, allt það sem þú veist nemendur, þú getur ekki látið það fara í fréttir. Nei, skylda þín náttúrulega við börnin og foreldrana en ekki við fjölmiðlana. En ég skil alveg að þetta er frétt. Og eðlilegt að sé sagt frá því þetta hafi gerst. Já, og það er allt annað. En það er kannski líka þetta aðgátsskál höfði nærveru sálar. Það er ekki alveg sama hvernig við segjum frá þegar að svona alvarlegir atburðir gerast. Það þekkjum við fjölmiðlafólk og við höfum staðið frammi fyrir mjög erfiðum málum og þurfum að draga þetta út andan og slísa árum við ákveðum hvernig við gerum þetta. Akkurat. Það er bara oft sinnis bara. Já. Ég held að ég sé yngst af ykkur og ég get alveg sagt ykkur í Vesturbænum í Kópavogi sannarlega var sko gegndarlegast ofbeldi og sérstaklega hjá strákunum. Það var einelti og það er verið að tróða mönnum í ruslatunnur og eyðileggja skólatöskur og fatnað og allt þetta. Sund leikum í hryllingur fyrir bara ákveðin hluta hvers einasta árgangs, sérstaklega hjá drengjunum. En síðan finnst mér eins og hafi verið unnið svo mikið í því og ég held að þú þekkir það nú örugglega Ragnheiður að eineltisáætlanir, vinna gegn ofbeldi og svo framvegis. En ég held, sko, það hefur líka bara starfi í skólanum hefur orðið erfiðara. Nemendurnir eru miklu fjölbreyttari og á meðan sko kennarahópurinn er kannski einsleitari. Það er ekki jafn mikil fjölbreytni þar og við þurfum, þar eins og alls staðar annars staðar, þá þarf fjölbreyttan kennarahóp. Til þess að krakkarnir sko eigi líka möguleika á að finna sér sko fyrirmyndir og ná tengslum við fólki sem þau eru með meira og minna allan daginn sko. Þannig að já, en ég held sko, ég minnst ég upplifa það gegnum mín börn það er búið að vinna mjög mikið í þessu og ég get alveg sagt ykkur ég var sem sagt í verslun einu sinni og það er piltur á undan mér og þeir þekkjast greinilega sá sem er að afgreiða á hann og annar þeirra nefnir ætlar að koma á reunion, það er svo sagt endurfundir hjá árgangnum og annar pilturinn horfir á hinn og segir ég myndi ekki míga á þetta lið þótt að stæði ljósum logum. Punktur. Og svo fór hann og ég má ég spyrja hvað skóla þetta var, skipt nú ekki hvað skóla þetta var, en hann sagði já það leiðvist ekki öllum jafn vel. Ég meina svona, það eru margir sem eiga þessar sögur, en ég hafi þó vonað, mér varst ég upplifa það í gegnum skólagöngu minna barna, að það hefði verið reynt að taka á þessu stöðugt og mikið. Ég veit að það er engin fullkomin og það er ennþá einelti og það er ennþá ofbeldi, en það er meðvitund það að það sé ekki eðlilegt. Það sem hefur sagt að já, strákur eru strákur og þeir þurfa að slást. Það er ekki sko viðurkennt lengur. En það verður líka að segjast að stelpurnar eru ekkert betri. Öðruvísi oft. Þær eru öðruvísi og þær beita andlegu ofbeldi af miklum krafti oft. Já, útilokun og smánun. Allskins með allskins bröðum. Sérstiginn getur verið verra. Já, en svo eru líka til og við þekkjum alveg sögur þar sem að stelpnahópur hefur tekið sér saman og gengið í skrokk á stelpu og stór skaðað hana og ekki bara einu sinni. Jú. Þú veist, heldur oftar, þannig að við skulum, mér finnst líka að við þurfum að nefna það að þær eru sko líka gerendur. Já, þær eru líka gerendur. Já, ég meina við glemum við stundum að sko með
úlingana okkar og mjög mikilvæg punktur sem að Smári að gera með að við skulum ekki tala alla úlinga sem einhvern einn hóp sem að sé bara í logandi slagsmálum og nýjöfbyrði. Það alveg öðru nær en úlingar eru óþroskað fólk, eru börn og framheilin þetta er ekki alveg komið og þar með hvatvísi meiri en hjá fullþroskuðum einstaklingum og eins svona kannski vitundum rétt og rangt ekki alltaf jafn svona skýr og hún ætti að vera og það vill bara gleymast hjá og þegar þau og sérstaklega þegar að ræða svona þegar að vera svona hópefli og hópurinn tekur sér saman og gerir hluti sem að einstaklingarnir myndu aldrei gera Upplifun samt svona almennt hafandi bara með 2 unglinga þetta svo miklu betra fólk mín kynslóð ég segi það bara hreint út þau eru svo miklu víðsýnni þau eru miklu auðveldara með að fylgjast með alþjóðlegri umræðu og samfélagsumræðu og allt það mér finnst þau bara miklu meðvitaðri og svona almennt betur innréttuð en við vorum ég er mjög bjartsýn fyrir hönd þessara kynslóðar þótt það séu sannarlega auðvitað glímir hver kynslóð við sinn vanda og sitt bara sinn nútíma og samfélagið á að kunna ráða við þá sem að ekki í meginströmmnum sem einhverjum ástæðum finnast ekki í skóla sem eru með einhverja erfiðleika heiman illa nestuð eða eru bara það er miserfitt að vera sá sem maður það er líka afleiðingar lengur fram í tíman þeim mun seinna sem þú ætlar að fara að gera eitthvað í því Hvernig fannst ykkur með að viðbrögðin voru það að það væri bara komið málmleitatæki ég hugsaði hvaða ætlum við að fara með sömu viðbrögðin og Bandaríkjamenn en ekki kringu þeim vel að eigast við ofbeldi með barna þar sem ég held að vera 217 börn sem hafa verið drepin á þessu ári í Skotarholti. En við erum nú kannski ekki að selja börn og hríðskotabyssur Nei, en ég meina þegar aðferðin þeirra að bara setja málmleitatæki í skólana þannig við erum bara komið með það bara við fyrsta tilfelli. Ég hugsaði Þetta eru svona fyrstu viðbrögð við mjög alvarlegu máli. Stundum kemur svona tilfinningi, við verðum að gera eitthvað og það er ekki alltaf rétt að gera þá bara eitthvað. Nei. Ég held að þetta sé dæmi það. Já. En við verðum að vona að þetta hræðilega atvik verði til þess að komi ykkur svona vitundavakning og þeir fáu þá sem að eru með vopna á sér að beiti þeim ekki. Kannski getur við gert það með einhverjum hætti, ég veit að ég kann ekki. En það er eitt viðbót sem við kannski höfum ekki nefnt ennþá sem að mætti kannski líka koma inn í þessu umræðu og það er það umhverfi sem að ungt fólk býr við í dag sem er alveg einstakt við okkur öll. Það er samfélagsmiðla umhverfið sem að pínlítið undir radar það ekki hjá skólakerfinu að einhverju leyti. Það er erfitt að kannski fylgjast með því og þar eru börnin útsett fyrir bæði allskyns efni og líka allskyns samskiptum sem ekki eru alltaf heilbrigð og góð og þessu fylgir held ég alveg gríðarlegt álag fyrir þessar ungu manneskjur sem er bara erfitt að ímynda sig. Allt annað svona félagsmunstur eða við tala hvernig það var þegar við vorum þá var maður kannski í svona einhverjum hópi sem var svona á starf við þá sem eru sendir í hernaði svona þar sem var liðsforingi kannski svona 5-6 í hópi en því að vera vitni í dóttur mína þá er alltaf ég fyrir að hitta Hrefnu, hver er það og ég held að þetta sé bara einhver 300 manna vina hópa listi sem maður botnar ekkert í Þetta er bara allt annað félagsnef. Við erum líka bara að læra við erum í rauninni fyrsta kynslóð sem er að ala upp börn sem fæðast inn í þennan veruleika og þekkja ekki heiminn öðruvísi en þannig að samfélagsmiðlar séu bara eðlilegur hluti af þetta séu svona hluti af bara líkamaðinum að vera með síman og það er bara, og skóla yfirvöld sömuleiðis er bara einhvern veginn að læra inn að þetta og ég held að við munum bara finna út úr því með einhverjum hætti, auðvitað hafa verið gerð mistök og foreldrar gera mistök og börn og skóla yfirvöld og allir en það væri mjög skrítið ef við myndum hitta bara leið á nákvæmlega réttu leiðina til þess að takast á við þennan nýja veruleika og það verður líka þetta misvægi foreldrar bara
þekki ekki, kunn ekki, vit ekki hvernig TikTok virkar eða Snapchat eða hvað það er sem þau eru að nota og þar með sko vald þeirra. Þetta bara rétt þess og sko innflytjendur hverra börn kunna tungumálið í hinu nýja landi að þá sko þau missa svolítið vald yfir uppeldinu. Og vilja banna það í skólum eins og það sé laust sko. Ég held að það sé mjög illa grundað sko. Ég held að það sé, ég veit ekki alveg hvort ég sammála þér sko, ég held að það sé ágætt regla að þú veist, það þurfa alltaf að vera ákveðin mörg, það þurfa og ég held að sé ágætt regla að það sé ekki leyfðir hnífar í skólum en þetta með mállittatækin símatnir ég held að ég bara taki íhaldsama pólitík ég var ekki að mæla með að skólar hnífar eru leyfðir í skólum en það er kannski eins og Þóra sagði áðan sko, þó ég hafi farið eitt skátahund og segir frá hérna sínum börnum þau eru samfélagslega læsari heldur en við vorum og það er líka setur foreldrana í pínu litla sko hinum megin við borðið þú hefur ekki þetta vald sem þú hefur alltaf haft sem foreldri eða ætlar þér að hafa sem foreldri það er ekki yfirsýn nei og alveg eins í skólanum sko það er allt annað að nýta síman í skólanum við nám eða hvort þú hangir í símanum þegar þú átt að vera að gera eitthvað annað en þá kemur líka þetta að það er að þú þarft stundum að hlýða og það er til orð sem heitir ægi en við erum orðin pínulítið fyrst segi ég vegna þess að kennarar innan gæsalappa geta svo afskaplega lítið gert ef að nemandi ákveður að vera bara í símanum í einhver öðru vegna þess að ef þú tekur í nemandan þá áttu á hættu að fá á þig áminningu eða kæru fyrir að ráðast að barninu þannig að líka þessi mörk að fullorðin einstaklingur sem stýrir heilum bekk sem í eru 25 börn hann verður að hafa einhver tæki og tól til þess að stýra ekki bara til þess að geta kennt eða frætt börnin hann þarf einhvern veginn að geta stýrt og haldið aga og börnin þurfa að átta sig á því að þau hafa bara pínu gott að því að búa við aga sko aga, við skulum færa það yfir á annan mál það var flokksráðsfundur Sjálfstæðisflokksins og unga fólki vildi tala stöðu flokksins og þá var þeim beitt aga, þeir máttu bara tala húsnæðismál en þetta er nú svona leiðin okkar inn í þessa pólitík nú staða Sjálfstæðisflokksins Ragnheiður, hún er náttúrulega alveg svakaleg í skólankólum og ykkur er að kenna Já, að sjálfsögðu sko en sem fyrrverandi þingmaður en ennþá sjálfstæðismaður þá finnst mér samt alltaf ótrúlega fyndið þegar að besserwissarar út í bæ koma og ætla að fara að segja sjálfstæðismönnum fyrir hvernig þeir eigi að haga sér sko stefnan hefur ekkert breyst hún er ennþá nákvæmlega svo sama en það er fólkið það eru einstaklingarnir sem eru kjörnir til þess að vinna eftir stefnu flokksins sem að hafa bara ekki gert það. Það er ekkert flóknar en það. Hverjum hefði dottið í hug að þingmenn Sjálfstæðisflokksins tækju sig til og samþyktu að afurðastöðvarnar á Íslandi og þeir sem að þær ættu þyrftu ekki að falla undir samkeppnislög. Flokkurinn sem talar frelsi einstaklingsins og samkeppni og guðma vita hvað. Nei. Og hvað gerist þá? Nákvæmlega það sem hefur gerst á Norðurlandi. Kaupfélag Skagfirðinga kaupir norðlenska og kjarnafæði. Já, með þetta samir sko. Og sko svo er þetta líka þessi stóru fyrirtæki, Matvögl, þetta er það ekki, SS og Kaupfélag Skagfirðinga. Þetta eru allt fyrirtækin sem að flytja inn kjöt. Og hvað? Hvað er samkeppnin?
Hvar Sjálfstæðisflokkurinn í þessu? Hann réttur bara upp hönd og segir amen yfir eigið og tökum bara samkeppniseftirlitið út fyrir sviga. Þannig að stefnan okkar hefur ekkert breyst. En það fólk sem að vinna, sem vinnur ekki eftir henni. Og það verður bara að súpa seiðið að því. Já, hana nú. en þetta eitt máli. Þetta náttúrulega, sko, lægst mælst 13,9%, sko, en segjum svona 15% flokkur. Þetta eitthvað sem bara gátt mikið ímynda okkur yrði? Nei, bara aldrei. Hafandi starfaði fjölmiðlum í 25 ár, sko, þar til fyrir 1,5 ári að þá, nei, þetta eru alveg hérna ótrúlega tölur, ég held að endurspegli líka bara þær hræringar sem að verða í íslensku samfélagi. Bara hvernig samsetning þjóðarinnar að breytast og hvernig, sko, einmitt aðgengi á upplýsingum, hvernig umræða, rís og hnígur. Það er eiginlega bara, það er svo erfitt að setja fingur á þetta. En sko, er þetta ekki fyrst og fremst bara það að þetta endurspeglar þreytu í ríkisstjórnarsamstarfi þar sem að allir eru óánægðir? Ég meina að engin ríkisstjórnarflokkana er að ríða neitt feitum hesti frá þessum könnunum, sko. Nei, en þú þarft samt ekki, eða ég meinum það, þú þarft ekki að ganga á skjön við þá stefnu sem að þú gekkst til liðs við. Já, það kostar þá kannski völdin, þá bara fellur ríkisstjórnin. En þá í mínum huga, það er ekki kannski það sem að við sjáum, en þá hlýtur að geta gengið frá borði. Þú getur ekki selt sálu þína. Það getur ekki verið ótrúr. Það er bara... Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi, ég veit ekki alveg með þetta með stefnu Sjálfstæðisflokksins, sko. En það þekkir þú hann ekki, sko? Nei, ég þekki hann alveg ekki. Sko, ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi, og það er í rauninni bara merkilegt hvað hann hefur þó verið lengi og hann skildi ekki bara splundrast í frumyndir sína strax eftir hrun. Það er afrek hjá þeim sem að tóku við flokknum þá. En sko, Sjálfstæðisflokkurinn er bandalag ólíkra afla ákveðna hagsmuni, að standa vörð ákveðna hagsmuni og svo er stefnan svona, hinn pólitíska stefna er dálítið svona eins og hver og einn vill hafa hana. Þú getur verið sjálfstæðismaður vegna þess að þú vilt að smá atvinnurekendur fái að njóta sín. Þú getur verið sjálfstæðismaður vegna þess að þú vilt að stór atvinnurekendur geti verið með einokun til þess að bæla niður samkeppni frá smá atvinnurekendum og allt þar á milli. Þú getur sko verið sjálfstæðismaður vegna þess að þú vilt halda í bílinn þinn og garðinn þinn og húsið þitt og nágranna þín og líf þitt og tilveru. Þú ert að kjósa það frekar en að þú sért að kjósa einhver svona sérstakka pólitíska stefnu. En byrju, hefur þú nokkuð tíma að kjósa Sjálfstæðisflokkinn? Þú ert að kjósa óbreytt ástand. Þú ert að kjósa lífið eins og þú vilt hafa það. Það er að kjósa Sjálfstæðisflokkinn. Nei, ég hef aldrei kjósað Sjálfstæðisflokkinn vegna þess að ég hef ekki verið sáttur við óbreytt ástand í íslensku samfélagi. Þess vegna hef ég alltaf kosið vinstriflokka og þeim hefur alltaf gengið svo vel. Þeim hefur gengið alveg óbúrslega illa að breyta því. En samt sem áður snýst vinstristefna þessa sýn að vilja breyta samfélaginu. En sjálfstæðisstefnan gengur þá út á þessa sýn að vilja hafa samfélagið óbreytt. Þetta er bara, sko, Sjálfstæðisflokkurinn hefur gerbreytt íslensku samfélagi á síðustu 30 árum. Þeir hafa umturna skattakerfinu, þeir hafa flutt, breytt öllum grunnreglum samfélagsins, þannig að þeir eru hafa sóað til sína auð og eignir og völd í samfélaginu. Sjálfstæðisflokkurinn er gerbreytt íslensku samfélagi. Það er einn raunveruleg byltingaflokkur á nýlendu lýðveldistímanum, það er Sjálfstæðisflokkurinn. Og það er svo kostulegt að þessi flokkur selur alltaf stöðuleika. Hver er stöðuleikin til dæmis frá 1991, það sem hvað er búið að gera síðan þá? Það er búið að grafa undan öllum grunnkerfum samfélagsins. Það er búið að umbreyta skattakerfinu, þar sem áður var hæst skattbyrði á þeim sem höfðu það mest. Nú er orðið öfugt, það er minnst skattbyrði á þeim sem hafa það mest. Guðna Smári, þetta er bull og þú veist það. Nei, þetta er bara svona. Nei. Þetta er bara svona. Já, bara skattur á tekjuskattur fyrirtækja var 50% fyrir 35 árum. Hann er núna 20%.
Fjármagnstekjuskattur var skattlagt bara eins og aðra launatekjur sem hámarkið 46% í dag, það 22% í dag. Það búið að leggja niður eignaskatt sem alveg gaggala gú aðgerð sko, sem það sem ítir mest undir sko misskiptingu auðs, að þú verður eiginlega skattleggja eignir til þess að hindra það, að við setjum upp með örfáa sem eiga bara allt. Þú veist, sjáum við bara sjávarútveginn og fleira og þetta að Sjálfstæðisflokkurinn standi fyrir samkynhneigð, það bara ekki þannig. Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið löngu metið þannig að það veri meiri ávinningur því að sækja í stærðarhagkvæmni. Þess vegna er Sjálfstæðisflokkurinn aldrei andmælt í þegar Hagar að kaupa ólís eða þeir vera að sameina fyrirtæki. Þeir eru alltaf að kvarta yfir því að samkeppniseftirlitið eða hnýsatækið í þessu. Sjálfstæðisflokkurinn aldrei kvarta yfir því að Samherji eigi raunverulega alltaf ekki nálægt 20% ef maður telur síldarvinnsluna. Þetta er bara auðringur sem á 20% af öllum kvótanum þó að þessi bannað. Hefur heilt Sjálfstæðisflokkurinn hvart yfir þessu? Aldrei. Punkturinn á mér var eiginlega fyrirgeði ég veit þú vilt svara honum en ég ætla aðeins að hafa bara að klára það sem ég var að reyna að segja áðan sko. Punkturinn hjá mér var eiginlega sá sko að af hverju kjósendur hafa kosið Sjálfstæðisflokkinn í svona ríkum mæli. Ég var að reyna að lýsa því hvað þeim gengur til. En þetta er alveg rétt að raunstefna Sjálfstæðisflokksins hefur verið alla tíð svo að standa vörð hagsmuni þeirra fáu stóru ríku. En það í rauninni hins vegar merkilegt að sko hversu stór hluti almennings hefur kosið Sjálfstæðisflokkinn í gegnum tíðina og alveg fram á síðustu ár. Og þetta sýnir okkur kannski að núna erum við að sigla inn í ákveðið skeið þar sem að meiri skautun, meiri polarisering í samfélaginu. Og þá getur Sjálfstæðisflokkurinn ekki lengur svona staði fyrir bara svona hið almenna sjónarmið hins almenna manns. Ég ætla að taka fram að því að ég veit að Ragnheiður er með svona tricks sem oft notað, til dæmis konur, að við meðum ekki tala kvenréttindi að því að við erum ekki konur og við meðum ekki tala Sjálfstæðisflokkinn að því að við hefum ekki verið í Sjálfstæðisflokkinn ekki kosið. Ég hef heldur aldrei kosið Sjálfstæðisflokkinn, þannig að raunverulega allt sem ég segi ómark. Nei, og ég gæti alveg tekið samskonar ræðu eins og þú varst að flytja vinstrimenn og hvernig þeir hafa farið með ýmislegt. En bara svo ég segi það, þá finnst mér það bara ekki sérstaklega málefnalegt. Og annað, að það sem að mér finnst líka svo merkilegt, og nú ætlum ég að segja það við þig, Guðmundur Andri, þegar ég sit hér við borðið og eina manneskja sem að ég best veit hefur kosið Sjálfstæðisflokkinn. Já, þú veist ekkert um það. Nei, að ég best veit að þá útskýrir þú hér bara fjálglega hvað fólki gengur til sem að kýs Sjálfstæðisflokkinn. Ég er að reyna að átta mig á því. Já, þú ert bara þú bara segir, kjósendur Sjálfstæðisflokksins gera það út af þessu og gera það út af hinu. Sko, ég er fyrrum alþýðuflokksmaður. Ég veit það. Og fór svo með Vilmundi Gylfasinni í Bandalag jafnaðarmanna. Mér finnst þú alltaf að vera þar ennþá. Já, en Bandalag jafnaðarmanna dó og þá ákvað ég að ganga til í Sjálfstæðisflokkinn 85 og það var einfaldlega vegna þess að það hugnaðist mér best vegna þess að fárið á vinstri vængnum fannst mér algjörlega glatað. Ég er alin upp af vinstra fólki en það var bara ultimatum að gera það ekki. Og þegar að Gunnar Smári talar hér núna hvernig Sjálfstæðisflokkurinn hafi verið byltingaflokkurinn og eyðilagt samfélagi. Einhver að velta fyrir sér núna nýjum formanni Samfylkingarinnar? Nei. Hvernig hann kemur inn, þessi nýju formaður, og ræðir ekki málefni Samfylkingarinnar eins og fyrrum formenn hafa gert? Fær þessi formaður á sig svona ádreipu? Fær flokkurinn á sig ádreipu? Nei. Sá sem mælir stæðstur hann þegir. Já. En fólk sætti sig við það að hún er ekki gamla Samfylkingin, hún er nýja Samfylkingin.
Þetta svipað á Tony Blair gerði, ég menn hann var ekki að verja gamla verkamannaflokki. Hún hefur svolítið komist upp með þetta, ég veit ekki hvort það sé í lagi eða ekki. Kannski það í lagi, ég veit ekki. En ég held að þetta, sko, mér finnst þetta mjög skemmtileg umræða og þetta kristallar svolítið, ég myndi ekki vilja fara aftur til 91, það er sannarlega 86, sko, það er mikið breyst. Ekki fara að reykja í bílnum með börnunum. Já, akkurat. Það er ekki vankostur ómögulega takk. Og engin samhengi. Það var náttúrulega orðið umbylting sannarlega í íslensku samfélagi og tekjur á mann og þjóðartekjurnar hafa sko tvöfaldast hið minnsta ef ekki meira á þessu tímabili. Má ég benda á, sem ég hef benda á því að sjálfstæðismenn segja þetta, að ef þú tekur tímabilið hérna frá 1991 til 2024 og tekur þjóðarframleiðslu mann sem er bara mjög góður hérna mælikvarði og tekur jafnlangt tímabil á undan, þá var tvöfalt meiri aukning þjóðartekjunnar mann áður en að hérna nýfrjálshyggjan tók yfir. En það voru við að byggja upp virkjanir og hérna orkufrekan iðnað og fengum töluvert af margsellastóð og allt það. En breytir ekki því að það sem að mig langaði að nefna í þessu er það á Íslandi sko sjálfstæðisflokkurinn hefur ekki verið einráður. Við erum ekki með svona tveggjaflokkakerfi, heldur erum við alltaf með samsteypustjórnir. Sannarlega hefur hann alltaf verið stærstur og verið leiðandi sjálfstæðisflokkur og Framsókn meira og minna þegar það er nú, eins og þú segir, Bandalag jafnaðarmanna dó og Samtök frjálslyndra og vinstrimanna og þjóðvaki og þú veist, það eru fleiri dæmi en þetta. En það skilar held ég okkur sem samfélagi oft líka bara málamiðlunum sem að skipta máli, það sem að hægri flokkurinn fær einhverju framgengt og vinstri vængurinn fær einhverju framgengt. Ég meina, það tókst að fara inn í EES og svo framvegis. Það held ég að sé til bóta og bara almennt að þá er ágætt að geta náð málamiðlunum. Og það er það sem samsteypustjórnir knýja á Hins vegar er sko þegar sambúðin verður slæm, að þá er það náttúrulega ekkert mjög gott. Hvorki fyrir þjóðina né lýðræðið sko. Og þá er alltaf, eins og þú ert að nefna, hvenær á að segja þetta gott. Já, sko, ég var bara, sko, venjulegu sjálfstæðismaður en horfir á það að flokkurinn var fyrir síðan, svona 25-30% flokkur og svo er hann komið svona neðalega og þá hver og einn að horfa til forystu flokksins, formanns, varaformanns, þingflokksformanns og svona helstu talsmenn flokksins, það hlýtur bara að vera, er það ekki? Nú kem ég líka úr íþróttafjölskyldu sko. Já. Og það hefur nú oft verið lenskan að hérna þegar leikmenn ekki fara eftir leikskipulagi þjálfarans, þá er fyrsta lausnin að losa sig við þjálfaran. Já, það missir klefan, eins og þú segir. Já, en sko það hefur hins vegar sýnt sig í fleiri tilvikum heldur en að sú lausn gekk ekki eftir. Betra að setja leikmanninn á bekkinn, sem að fer ekki eftir hérna. Það sem þú ert. Nei, ef að þú ert með lið og þú ert stýrimaður borð, þá eiga hlutirnir, þá áttu að fara eftir stýrimannum, ekki satt? Skipstjórinn skipinu hann ræður og aðrir vinna samkvæmt því sem er. En þetta er svona svipað finnst mér að losa sig við þjálfaran eins og þegar verið er að spyrja er ekki komið tíma á Bjarna Benediktsson. Sko, Bjarni var kosinn 2009 og hann hefur verið kosinn formaður allar götur síðan og þó á síðasta landsfundi sjálfstæðisflokksins fekk hann 60% atkvæði og Guðlaugur Þór 40%. Það var þó kosið og mér persónlega finnst mér það af hennu góða. Þá kemur formaðurinn út með styrkari stöðu heldur en sá sem að bauð sig fram líka. En ég ætla að taka það fram að mér finnst alltaf svo asnalegt þegar sagt er að einhver bjóði sig fram gegn einhverjum vegna þess í mínum huga áttu ekkert í pólitík, þú þarft að vinna bara fyrir því með einum með öðrum hætti. Heldur það sé ekki ráð að Bjarni víki? Er hann ekki komið með flokkin út í eitthvað fen sem hann rættar ekki tilbaka? Já, ég bara, nei, ég held að Bjarni Benediktsson sé ekkert komið með sjálfstæðisflokkin út í eitthvað fen, en hins vegar þarf hann og forysta flokksins og þingmenn og kjörnir fulltrúar í sveitarstjórnum aðeins að velta fyrir sér hvert eru við að fara. Horfum svo litið inn á við og skoðum hvað er það sem að við erum að gera ránt, ekki bara það sé... Þessi farin út af brautinni. Já, mér finnst það og mér hefur fundist það lengi og hérna, en ég get ekki sagt heyrðu það er Bjarna Benediktsson að kenna. Mér finnst það bara svo galið.
Horfum fyrst á aðal, það ekki? Já, mér finnst bara fólkið, kjörnir fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Sjálfstæðisflokkurinn þurfi að ræða sín mál. Af hverju erum við komin með 14% fylgi, hafandi fengið 20, 2-3 sem þótti lítið bara. Já, en sko við verum líka að gæta þess að það hafa komið fram miklu fleiri flokkar, þannig að þá skiptast atkvæðin öðruvísi heldur en einu sinni var Sjálfstæðisflokkur með 35 eða 37% fylgi 2007 þegar ég fór inn á þing. Já. En maður hefur tekið til því sko að þingmenn Sjálfstæðisflokksins höfðu bæði á síðasta kjörtímabili og líka á þessu, þeir hafa haft miklu meira leyfi til þess að fara svona vera í hálfgerðri stjórnaranstöðu við ýmis mál, vera með svona sóló og markera sig einhvern veginn hægra megin við stefnu ríkisstjórnarinnar, og það hefur verið gert með svona ég veit kannski ekki velþóknun forystunar, en allavega hefur þetta verið liðið og leyft og jafnvel ýtt undir þetta einhverju leyti, meðan sko hjá VG ríkti agi. Það einræði. Já, það var allavega ægin sem þú varst að tala um að. Já, kannski. Og það hefur nú ekki alveg kannski, það voru 2 þingmenn VG sem voru andvígir stjórnarsamstarfinu þegar það var Rósa Björk og Andrés Ingi og bæði voru þau eiginlega flæmt burt úr flokknum í staði þess að kannski að leyfa þeim að hafa sína rödd. Það voru reyndar, það gerðist ekki þann daginn, sko, þau voru svona dinglandi nokkuð misseri. Já, og áttu það erfitt uppdráttar að þau enduðu í öðrum flokkum, og ég held að þetta hafi verið sko VG sé eitt af því sem að eina af þeim mistökum sem að gerð voru hjá VG að leyfa ekki þessar svona anstöðu raddir. Ansi margir þingmenn farið úr VG, þú nú búin að skrifa eitthvað það, hvað Þetta var ekki svo villigættirnir Já, villigættirnir. En Guðmundur Andri, þá, þú veist, mér langar að spyrja þig sko, því að það að Rósa Björk og Andrés Ingi fengu ekki að spila svolítið sjálfstætt í því að vera inni í Vinstri grænum, þér þykir það slæmt. En svo talar það að aftur einhverjir sjálfstæðismenn hafi fengið leyfi til þess að spila sóló. Hver munurinn á því að vera sjálfstæðismaður? Hvort viltu, Guðmundur Andri? Ég vil ekkert. Ég bara tók eftir þessu og tók eftir þessu ólíku nálgun, sko. En þið finnst það betra hjá sjálfstæðisflokknum að leyfa þeim að dingla? Ég held að ef ég hugsa þetta sem sjálfstæðismaður, ég alltaf að reyna að hugsa eins og sjálfstæðismaður. Þú getur það ekki, elskan. Ef ég hugsa þetta sem sjálfstæðismaður, þá held ég að Geniðin kalla á, ekki? Jú, ég menna að þú ert komin að krötum og það var náttúrulega allt mitt fólk var sjálfstæði fólk, svona ef við hoppum yfir einn ættlið, sko, þannig að ég hef þetta einhverstað í mig. Römmus og taugur. En talandi agan, sko, ég held að 1992, þá var ég þingfréttamaður og það voru 2 nýliðar í þingflokki Sjálfstæðisflokksins og var eitthvað hitamál og ég segi svona við á það voru ekkert með í umræðinni að þau voru að tala við mig málið, sko, og þá bara, við megum það ekki. Við megum ekki tefja málin. Við megum ekki tala. Heyrðu, Sigurjón. Þetta ægi. Já, ég ætla að segja, ég verða að fá að segja ykkur skemmtilegan brandara akkurat svona. Ég var nýkomin á þing 2007, haustið, og það eru, hvort það voru störf þingsins eða eitthvað, nema Ögmundur Jónasson var að segja eitthvað og þetta hefur verið í einhver umræðu, ég man ekki alveg hvernig það var, en ég fer í andsvör við hann og sem að tefur umræðuna allavega 4 mínútur og þá kom þáverandi þingflokksformaður Arnbjörg Sveinsdóttir hnippir í mig og segir þess að dásamlegu setningu: hver heimilaði þér að leika hér olíudrottningu? Já, þetta er skemmtileg setning. Finna leiðir sem notar. En af hverju olíudrottning? Hver heimilaði þér það? Já, mitt. Af hverju olíudrottning?
Ég náttúrulega varpaði bara olíu á eld og þar að leiðandi. Það var að kveikja hugmyndi. Ég var að kveikja hugmyndi. Þetta var svona djúpt. En sko, bara svona eitt í viðbúð sem þetta í hugi samvættið Sjálfstæðisflokkin, sko. Það að við erum... Gaktu bara í hann, sko. Við erum að sigla inn í svona meira polariseraða tíma í pólitíkinni. Og og maður tekur eftir þessu sko að það eru dálítið svona sterk rödd innan úr sjálfstæðis, hvað við að segja, hreyfingunni sem í Morgunblaðinu. Ég vona ég sé ekki að tala hér gráa fílinn í herbygginu. Sko, það kom í hverri viku Reykjavíkurbréf sem eru svo skrítin og furðuleg og afturhaldsfröm og bara fáránleg. Ertu að lesa nýjasta? Já, ég bara var alveg bara, ég vissi ekki að sko það verið hægt að ganga fram að mér ennþá sko en honum tókst það. Sko Stiltu nýtt sko ég held að það sé alveg ótt að fullir það sko að trumpismi sé ekki mjög útbreiddur meðal Sjálfstæðisfólks svona allavega eins og ég þekki það sko en þetta er samt svona sterk og áberandi rödd og heldur einhverjum svona heljar greipum kannski þetta samfélag sko Sjálfstæðismanna og ennþá með svona mikil völd virðist vera. Fólk undir 40-50 ára við veit ekki hver þessi ritstjóri þessa blaðs og lesað ekki og já. Bara... En samt sem áður hefur hann ítök og völd ennþá. Já, þetta eru síðustu völdin hans. Ég held að þetta séu síðustu völdin sem hann í raun og veru hefur í þessi umræddi einstaklingur í bara þjóðmála umræðinu, það Reykjavíkurbréf og ég held að hann bara með fullri virðingu fyrir hann og held ég að hann átti sig ekki einu svona á því að völdin fara dvínandi eftir því sem að bréfunum fjölgar vegna þess að við sem ennþá kaupum okkan fysiskt og lesum hann maður verður meira og meira undrandi eftir því sem að blöðunum fjölgar. Já. Þannig að það var gaman að þessu, það var gaman að lesta uppátt með svolítið svona flög. Það var núna, það var sko en klárlega hann var Davíð Oddsson var svona góðsögn tíma. Já. Hafði gríðarleg völd í hafði bæði sem borgarstjóri og sem forsætisráðherra. Hann var mjög afgerandi og hann er mjög afgerandi. Ég er nú ekki í liðun hans sko og hef aldrei verið upp á alls. En slíkir menn eiga svo ótrúlega að því að ég tel svo erfitt með því að hafa ekki þessu völd. Þannig að þeir verða alltaf einhver staðar, einhvern veginn að láta til sín taka og hann gerir það svo sannarlega sem ritstjóri Morgunblaðsins en ég ætla að leyfa mér að efast að það getur vel verið að fólk sem er komið á minn aldur og er 10 árum eldri en ég er sko 75 að það hugsi ennþá hlýtt til hans. Já. En ég held að þetta snýst kannski ekki bara hann sko, þetta snýst líka þetta er ákveðin straumur innan flokksins og sko og hættan er svo að missa þetta yfir til flokksins sem er hægra megin við Sjálfstæðisflokksins með flokkin flokkur sem getur ekki eins og sagt satt í nafninu sínu að missa þennan straum sko þarna yfir og svo að missa svona frjálslynt fólk. Já, ég held að sé bara að sko eldra fólkið, það gæti fylgt honum og svo er ákveðin hópur af miðaldra fólki inni líka sem að er gætu hreinlega farið og kosið miðflokkin. Jafn fyndið og það nú er. Já, ég finn bara alltaf bara svo til með sko þessum flinku blaðamönnum sem eru á mokkanum, það er fullt af góðu fólki þar sem að skrifar áhugaverðar fréttir og efni og svona en í sama blað sko.
Það bara... En svo það uppröðunin á efninu og þetta sem sko, skiptir miklu máli, það er bara það. En kannski heldur Sjálfstæðisflokkur bara ekki lengur saman. Hann saminaðist eitthvað áður. Það getur vel verið að þetta fólk bara vilja ekki vera saman í liði lengur. Þessir smá aturökutinir og stórkapitalistarnir. Það vill ekki stétt með stétt. Íhaldsmenninir og frjálslynda fólki. Vill ekki stétt með stétt lengur. Ég held að það sé rangt hjá þér. Að fólk vilja ekki stétt með stétt. En það var eins og ég sagði. Davíð vill ekki. Hann er mjög hattramur og vill bara hafa sig í flokknum eiginlega. Já, en það er akkurat eins og sem partur af því að Sjálfstæðisflokkurinn skreppur saman. Það að hann hefur heldur ekki gætt að þessu. Áður átti Sjálfstæðisflokkurinn menn innan verkalýðshreyfingarinnar sem að töluðu þar máli launþegahreyfingarinnar og annars slíkt. Og ég er alveg við höfum ekki gætt að því. Vegna þess að það er auðvelt að gæta að slíku því það er fullt af fólki innan Sjálfstæðisflokksins sem að er innan verkalýðshreyfingarinnar og hefði alveg geta komið sér fram þar. Formaður verkalýðsráðs Sjálfstæðisflokksins skrifaði grein núna það var hæðast af Bjarna Benediktssyni fyrir ræðu sem hann hélt að þyrfti ekki að virkja meira og hann þessi ágættum heitir ekki Kristín Karl Brynjarsson hann bara hæðist á hann. Þetta á Vísi, þetta að lesa hana. Það svona, þegar svona innmúra og innvíðum aður kemur og gerir hann grína formannum, það eitthvað sem hefði ekki verið lyft þegar til þess að þetta var svona formaður. Nei, sko, það þetta sem ég á við að við séum ekki að framfylgja stefnunni, að við erum ekki að vinna vinnun okkar í grasrótinni og halda því svona til streitu. Ég talaði við nokkra sjálfstæðismenn í vikunni og þeir, til þess Vilhjálmur Egilsson lagði langmest upp úr bara klofning í flokknum, að Viðreisn fari út úr flokknum og flokkurinn væri raunverulega í mjög slæmri stöðu eftir það og það hefði flætt svolítið út úr flokknum yfir í Viðreisn og hann var eiginlega kvart yfir því að hann hefði aldrei heyrt Bjarna Benediktsson svona orða það með neinum hætti að þetta fólk væri velkomið aftur eða eitthvað slíkt eins og yfirleitt bara vinna formann sem hann lendir í klofningi að reyna að ná flokknum saman aftur bara aðalega, en stemmingi var alltaf bara farið fyrir betra stemming Frumskylda flokksformanns að halda liðinu en miðflokkurinn eiginlega byrjaði þessi klofningu frá Framsókn en raunverulega klofningu frá Sjálfstæðisflokknum og sömuleyti var stofnunin á flokki fólksins var drifin áfram af fólki sem var í Sjálfstæðisflokknum þannig að flokkurinn hefur margklofnað í tíð Bjarna Benediktsson og það sem að þessi sjálfstæðismenn voru að benda á að hann hefur aldrei sýnt áhuga á því að halda saman þessari þessu tjaldbúð eða eitthvað sem að flokkurinn sem að þið þótti væntum var en hann ekki lengur. En nú þið búin að rýna Sjálfstæðisflokkin alveg bara niður Indrikur sem að ég bara... Ég ætla að tala hana. Já, það ekki? Jú, við fullri virðingu fyrir honum og alltaf. Hinn nýji fjármálaráðherra, hann náttúrulega að fara að leggja fram fjárlagafrumvarp og hann ætlar ekki að hækka skatta og ekki skera niður. Ég held að það sé bara mjög spennandi þingvetur framundan, maður heyrði þú veist bara í fréttum núna í vikunni þar sem var verið að tala við þingflokksformenn og svona bara dýfa fingurinn svolítið í að heyra hvernig þetta yrði af því að þetta er kosningavetur og eins og við vitum það er ýmislegt gengið á sjálf kannski fylgist ég mest með orkumálunum og það er málaflokkur sem að flestir nefndu af því að það eru bara ákveðin tímamót það sem að þú veist, ég veit, við erum náttúrulega bara, ég held við séum fordegruð þessi þjóð, við áttum okkur ekki alltaf á því hvað við erum í ofboðslega góðri stöðu, hafandi farið í hituveituvæðinguna og verandi með þetta einstaka orkukerfi, raforkukerfi, það er hvergi svona kerfi rekið í heiminum, held ég geti leyft mér að fullyrða það sem þú ert með lokakerfi, 100% græna orku og orkuskiptin sem við eigum eftir eru samgöngur á landi og sjó og síðan flugið þegar þar að kemur. Það er vöxtur í samfélaginu sem betur fer og ég meina þú þarft ekki annað en að horfa á línuriti orkuvinnsla og verg landsframleiðsla fylgist að algerlega og þess vegna erum við innan við 400.000 hræður á eyju í Norður-Atlantshafi rétt sunnan við Heimskautsbaug. Við erum með jafnmiklar tekjur á mann og Bandaríkin og ég held að við séum í 10. sæti í heiminum
og þetta hangir náttúrulega bara beint saman, þannig að ef við viljum vaksa frekar og sem betur fyrir, þá okkur að fjölga aðalega náttúrulega með fólki sem hingað tilbúið að flytja eins og búið að fjalla svolítið núna í tengslu við OECD-skýrslu sem við komum kannski mögulega betur inn á eftir. Þarna, sko, ég sé einhvern veginn, ég ekki viss að það verði endilega mikil átök haldið það orkumáli. Ég meina, sko, kannanir sína það að þjóðin sammála því það þarf að vinna meiri orku. Það skiptir máli í hvað hún fer, sannarlega, og ég meina eins og tala búrfiskslund, það sé búið að selja orkun úr honum, það bara algjör villsa. Svo orka fer í rauninni, sko, beinti bara í vöxtin í samfélaginu og við viljum, sko, styðja við græna matvælaframleiðslu. Þú veist, þeir tímar eru liðnir að það sé verið að virkja fyrir, sko, eitthvað álver eða þess aftar. Ég held að það kom ekki aftur, en þóra á þessum tíma, þá til Vestfirðingar, það bara olíu notuð til að búa sér rafmagn. Stundum, þegar ekki til skerðanleg orka, en sko nú allt of oft. En nú því að ljúka. Og koma nýja raflínur sko, það er ýmislegt að gerast sem verður til þess að Vestfirðingar munu hætta að brenna olíu og það verður tilkynnt á morgun. Eru að tala ég má ekki fara fram úr mér í því, já, lengi á til morgun má ekki fara fram úr mér í því, en það eru góð tíðindi framöndan og eins það þessu verkefni séu loksins aðkomast eftir allan þennan aðdraganda, sko, Búrfellslund og Hvammsvirkjun, að þau séu komin langleiðin af því að frá framkvæmdaleyfið. Ég veit ekki betur en Hvammsvirkjun átti að fá virkjunarleyfi í næstu viku og svo framkvæmdaleyfi í kjölfarið. Búrfellslundur væntanlega bara í þessum mánuði sömuleiðis en síðan segjum, og ég áttam ekki alveg á, sko, þessum miklu deilum sko nærsamfélagi, því ég held að það séu allir sammála það að nærsamfélagi, það sem að til dæmis sveitarstjóri Skeiðagnúpverjahrepps hefur verið að tala að nærsamfélagi verða að njóta meiri ávinnings og ég held að það séu allir sammála það. Ég þekki engar sem hefur sagt nei, það kemur ekki til greina. Það var náttúrulega þannig að sko opinbera byggingar og orkumannvirki voru undan þeim fasteignagjöldum áður fyrr og svo bara verið að breyta því og fjármálaráðherra og umhverfis orku og loftslagsráðherra hafa báðir sagt það að þetta verða þingmálaskrá, þessar breytingar. En þetta samt aðeins flóknara held ég sko en bara það að hnika til einhverju tölu eða breyta lögum þannig að ákveðnar tegundir bygginga falli líka undir þann flokk sem á að greiða fasteignagjöld, af því að það snýst náttúrulega líka sanngirni og þegar ég horfið þannig á Suðurlandið þá erum við með sko Skeið og Þjórsársvæðið, út með Skeiðagnúpverjahrepp þar sem eru 570 íbúar eitthvað svoleiðis, með Ásarhrepp þar sem eru innan við 300 manns, út með Rangárþing ytra þar sem eru 1800 manns eitthvað svoleiðis, Flóahreppur innan við 700, Hrunamannahreppur 800 eitthvað svoleiðis, samtals þá eru þessir 5-6 hreppi kannski 4000 manns og það sem þú ert að halda úti sko, ég meina það eru 63 sveitarfélög á landinu ennþá og ég veit að stjórnvöld hafa verið að knýja á sameiningar af því að af þessum 63 eru sko 27 eða 8 með innan við 1000 íbúa og 6 sem eru með innan við 100. Já, þú með innan við 100 íbúa, þú ert að halda úti leikskóla, grunnskóla, þjónustu við aldraða, þjónustu við fatlaða, félagslegu kerfi, skipulagsvaldi, þú veist, þetta meira en að segja það fyrir svona lítinn hóp að halda þá líka bara sko viðunandi stjórnsýslu og ef við tölum að njóta ávinningsins, ég meina fasteignagjöld af Búrfellslundi renna öll til Rangárþings ytra og þar eru áætlanir að koma fót sko grænum svona matvæla'iðnaði og garði þarna ströndi á Rangárvöllum til þess að einhver leyti sé orka nýtt í heimabyggð og svo ertu með hinum megin við ána, ég meina stöðvarhús Hvammsvirkjunar verður austan megin og þá fara öll fasteignagjöldin til Rangárþings ytra, þú veist, ég held að sé allir sammála að það sé ekki alveg sanngjarnt og þá snýst ekki bara það af hverju verið að borga, heldur bara svona landfræðilegri legu, ég meina Fljótsdalshreppur þar búa 95 manns og fá allar tekjur af Fljótsdalsstöð sem sko stærsta afstöð landsins, ég meina þetta 690 megawatta virkjun þannig að sko þetta held ég aðeins stærra og flóknara en bara eitthvað svona að hnika einhverju til en allir eru hins vegar sammála það að það þarf að breyta þessu
En svo verðum við líka að hugsa náttúrulega afleiðingarnar, mögulega þú veist hækkar raforkuverða eitthvað og það þá kannski bara allt í lagi eftir að svo spila líka inn í þetta jöfnunarsjóður sveitarfélaga. Það sem að sko Skeiða-Gnúpverjahreppur þriðjungur af þeirra tekjum kemur frá Landsvirkjun, en á móti eru sko bara af því að það eru fáir íbúar og sveitarfélagið tekjuhátt, þá eru skerðingar á móti. Kannski eins og barnabætur, þú veist, þeir sem hafa hærri tekjur fá ekki barnabætur og þá er svona spurning hvernig sé sanngjarnt að skipta þessu öllu saman og þetta held ég að verði kannski ekki gert bara svona með því að smella fingrum en það verður gert, því hafa ráðherrarnir lofað og það er náttúrulega óheppilegt fyrir sko orkufyrirtæki að vera þarna einhvern veginn á milli, það er bara að fara eftir lögum og reglum og sækir þetta og gerir umhverfismat og hoppar í gegnum þess að sko 278 hringisóta hopp í gegnum til þess að fá leyfi, öllu leyfi sem þarf og að það má þá ekki stranda á því. Ég held að við sem samfélag vitum bara að við þurfum á þess að halda og við þurfum að vinna þessu saman sko. Og þannig að þegar menn segja, já, orkumál, þau verða fyrirferðarmikil, við verðum fyrirferðarmikil en ég hef svona verið að reyna að sjá átakapunktana og þið getur kannski hjálpað mér með það. Jú, deila peninga. Já, ég hef þetta snýst allt það, sko. Það er mjög langvinn, sko bara, sveitarfélögin hafa náttúrulega bara frá því að þau tóku yfir grunnskólan og tóku yfir þjónustu við fatla, sótt á ríkið og sagt, það er ekki alveg rétt gefið hér, eins og mögulega í fleiri málaflokkum. Já, það er náttúrulega tókast á peninga og það gengur hægt að fækka þessum aragrúa sveitarfélaga sem eru hér og ég fylgdist með því á þingi þegar var verið að reyna að leggja fram frumvarp það og það var talað í kaf af íhaldsöflunum. En sko ég hef einhvern veginn á tilfinningunni að sko orkumálin eða virkjanamál, náttúruverndarmál sé kannski síðasta máli sem að VG getur, síðasta hálmstráið sem að VG getur hugsanlega gripið í til þess að sameina eða öllu heldur kalla aftur í sitt fólk, sameina hópinn og finna eitthvað svona sem að getur blásið fólki svona í brjóst hugsjónu eldi. Og það væri þá að það væri andstaðan við svona hverskins framkvæmdir eiginlega sem að hefur alltaf verið dálítið svona ríkt í þessum flokki sko, flokkurinn er ekki síst stofnaður í kringum þessa miklu hreyfingu, náttúruverndarhreyfingu sem að varð hér til í andstöðunni við Kárahnjúkavirkjun og það alls saman og þannig að sko ég hef einhvern á tilfinningunni að sko þau gætu magnað upp sko ákveðna andstöðu við virkjun vinds og bara hverskins virkjanir og þarna verði átakapunktur sem að kannski flokkarnir finni þeir eru að leita að einhverju til þess að marka sér sína sérstöðu. Það er bara ekki þannig að þjóðin sé sammála virkjanastefnu Sjálfstæðisflokksins og samfylkingin hafi aðlagað sig að henni sko, það bara er ekki þannig. Þannig að ég vona að VG við viljum hafa alvöru lýðræði með ólíkum skoðunum þar sem er tekist á ólík sjónarmið og það er ekki þannig að það sé bara allir sammála því að verið vindmyllugarðar á öllum heiðum Nei, ég er ekki að segja það þessi hugmyndum að það vantar svona mikið í orkuskiptinu og við virkjum þá munum við gera það, þú veist, menn að vera hér og bara bent á að þetta er bara dellu hugmynd. Þú getur dregið upp hvað við þurfum mikið orku sko næstu 30 árum ef þú þá að virkja það, reynslan er svo að það gerist ekki þannig. Ef þú virkja núna þá verður að vera með kaupanda að orkunni bara strax, þannig það mun leiða til sko aukinar orku notkunar en ekki uppfylling á okkur orku sem að kannski þarf á að halda seinna. Hver ætlar ykkur að fara að virkja hérna núna og eiga orku sem við þurfum kannski eftir 10 ár? Nei, þetta kemur nefnilega inn á eitt mjög mikilvægt sem ég held að sko þótt við hefðum ótakmarkað orku núna, þá getum við ekki klára orkuskiptin
á einu ári vegna þess að sko annars vegar að þá tæknin ekki til að öllu leyti. Við getum kannski sett flugið út úr þessa því að það verður nú ekki fyrir ná næsta áratug. En bara til dæmis orkuskipti á landi, bara trukkar og vinnuvélar og svo framvegis og jafnvel skip, togarar og fraktarar sem að munu sko nota skemmtifélagsskip. Já, það á náttúrulega að setja þau beinarlega í sambandi í hverju höfn sko. Þar töluvert til dæmis að gerast í Noregi, enda það þannig að fyrirtæki sem að kýs að kaupa rafvætt eða sem sagt grænt atvinnutæki fær töluverðar niðurgreiðslu. Vegna þess að það eru engir hvatar hér fyrir fyrirtæki en þá til þess að fara þessa leið. Og ég held satt að segja að þau haldi að sér höndum í orkuskiptunum af því að í mörgum tilfellum þá tæknin komin. Það bara miklu dýra. Þetta kostar peninga. Það kostar peninga. Samir ég að fengi 100 milljóna króna styrk úr orkusjóði, ég held bara til að kaupa liftar eða eitthvað. Það vantar ekki hjálpsemina við þessu stóru. Nei, það vantar hjálpsemina við mjög margt annað. Sko. Mjög margt annað, allar samgöngur á landi til dæmis, þar sem að sko rútufyrirtækin þurfa að hafa hvata til þess að kaupa græna kosta, græna vinnuvélar og á meðan heldur fólk að sér höndum. Og þú veist, það hægt að fara að framleiða vetni, það hægt að fara að framleiða metanól, svona innan skams, en það verður að vera, sko, virðiskeðjan verður að vera tilbúin, sko, og menn bíða bara. Við erum búin að tala í langa tíma. Við erum margt eftir en við komumst ekki yfir þessu. Nei, við komumst ekki yfir það. Við eigum ekki að tala OECD og innflytja þetta skýrsluna á. Já, það Nei, það var ekki. Þarfst þú að fara eitthvað? Ég þarf að vera farin. Ég hefði þurft að vera farin, já. En þú, Gleymdum okkur í Davíð Oddssyni aðeins. Já, sem svo oft áður. Konan minn segir, hvernig nennið alltaf að vera að tala um hennar mann? Við býða líka hérna fram í Sonja Þorbergsdóttir, formaður BSRB og... En hinn umræðin góð, hún verður tekið seinna. Já, við fáum Þóru til þess að koma og ræða við okkur um OECD og stöðu innflytjenda á Íslandi. Herðu, en við ætlum að taka örstutt hlé og síðan koma verkefnisforkólfar sem ætla að efna til mótmæla við þingsetningu sem að ég man ekki eftir að hafa gest áður á Íslandi. Sjáum til hvað þau segja hér eftir augnablik. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarstan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.